Þá kom að þriðja lið á dagskrá, Hörgárbraut, umferðaröryggismál, og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erum við að leggja fram minnisblað tillögur að úrbótum til að bæta umferðaröryggi á Hörgárbraut milli Glerár og Undirhlíðar. En lagt til að öllum kröftum verði varið í að auka umferðaröryggi gangandi vegfarenda við Hörgárbraut. Hefðin hefur verið sú að sníða gangandi umferð að akandi, en nú eru breyttar áherslur. Það er að segja að á þá leið að aðlaga á akandi umferð að gangandi. Í minnisblaðinu koma fram tillögur að úrbótum og leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að farið verði framkvæmdir samkvæmt liðum 1-5 á árinu 2020 og með leyfi forseta þá er það að setja upp skilti sem vara við gönguþverunum. Sett verði upp hraðavaraskilti sem sýna raunhraða ökutækja. Setja upp hraða og rauð ljósa myndavél við gangbrautina og Hörgárbraut við Stórholt. Loka fyrir hjáleið frá Höfðahlíð inn á lóð N1 og endurstilla á ljósatíma gönguljósa. Síðan er einnig lagt til að framkvæmd samkvæmt 6. lið að það verði unnið smám saman á næstu árum, en það er tillaga að tré verði sett milli akreina, en við erum einmitt að vinna slíku núna, en það bindur svifryk og býr til sjónrænt áreiti. Skipulagsráð leggur enn fremur til að hafi verið undirbúningur að framkvæmdum á liðum 8-10 sem eru að framlengja miðeyju og loka vinstri beygju að Stórholti, fjarlægja gönguþverun við Hringtorg við Undirhlíð, sunnan megin, og breyta gönguþverun norðan Hringtorgs við Undirhlíð. En framkvæmdir samkvæmt liðum 7, 11 og 12 þurfa lengri undirbúning og verða skoðaðar síðar ef þörf er talin á að bæta umferðaröryggi enn frekar. En til upplýsinga þá er það hraðalækkun í 40 km/klukkustund, auka sýnileika og vægi þverunar við Stórholt og þrengja Hörgárbraut við gönguþverun. En varðandi framkvæmdir samkvæmt liðum 13 og 14 sem eru undirgöng og göngubrú, þá telur skipulagsráð að miðað við fyrirliggjandi gögn sé ekki raunhæft að gerð verði undirgöng eða byggð göngubrú á þessum stað. Talið er að með þessum framkvæmdum sé verið að lengja leið vegfarenda og hefur reynsla annarra landa sýnt að notendur nýti síður slíkar leiðir. Takk fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sínu. Orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara svona stuttlega fagna þessu og þessari áherslu einmitt að hafa gangandi umferð dálítið í forgang og það sé ekki alltaf að gangandi þurfa að taka á sig krók til þess að forðast bílana svo þau geti keyrt hratt. Mér finnst það mjög gott og hlakka bara til að sjá þessi atriði verða uppfyllt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Já, ég vil bara líka taka undir með, byrja kannski bara forseta ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara líka taka undir með bæjarfulltrúi Sóleyju að ég vil bara fagna því að þessar aðgerðir, sérstaklega það sem er verið að setja í gang núna, fyrstu 5 aðgerðirnar, þetta mun breyta miklu að ég tel. Og ég vil líka svo sem kannski árétta það að þarna er líka ágætlega tekið fram í minnisblaðinu og Ingibjörg fór aðeins inn á það að það er svona ágætlega tekið á því að hugmyndir brú og undirgöng eru bara í raun ekki raunhæfar vegna þess að það lengir leið gangandi og hjólandi farþega og hefur ýmislegt óhagræði í för með sér. Þannig að það er kannski ekki valkostur í þessari stöðu, en þessar aðgerðir sem verið að grípa þarna til er ég sannfærður að gera það verkum að akstur þarna mun breytast og réttur gangandi vegfaranda og hjólandi vegfaranda verði meiri öllum til hagsbóta. Og ég vil bara líka svona lokum að því að nú eini íbúi í Holta- og Hlíðarhverfi sem hefur barist mikið fyrir þessu af því að Hörgárbrautin nú í Holta- og Hlíðarhverfi, fagna þessu fyrir hönd okkar hérna íbúanna. Takk fyrir. Það hefur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara fagna þessum tillögum sem ég tel að sé mjög raunhæfar og sé bara eðlilegt að fara í þessar aðgerðir og sjá hvort að þetta skili ekki þeim árangri sem til er ætlast og fagna því bara að þetta sé komið fram og vonast til að sjá þetta í
veruleikanum á næstu mánuðum. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs til þess að geta samþykkt tillögur skipulagsráðs, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.